Haukur, það mikið rætt þig og þína spilamennsku Rænekkur Löfven á tímabilinu en svo líka kannski svona hlutverkaskipað inn í íslenska landsliðinu. Þú færð þessar 10 mínútur í gær. Svona, hvernig sjálfstraustið það núna í röðum íslenska landsliðsins? Bara gott, góður fílingur og vera bara, þú veist, komin í nýtt lið og gengið vel og að fínu formi, búin að vera meiðslalaus og þannig að ég í fínu formi og góðum stað hvað það var. Svona uppleggið og allt sem að Snorri Steinn leggur upp með, er þetta að henta þínum leik? Við sjáum þú fær lítið að spila móti Slóveníu og fær svo 20 mínútur á móti Frökkum og svo lítið í dag, íslenska þjóðin og við sem erum að pæla í þessu, við erum alltaf að bíða eftir og fáir taki bara næsta skref og við heldum að þú myndir vera í byrjunarliðinu í fyrsta leik hérna úti en staðan virðist alltaf að vera einhvern veginn eins og við búumst ekki við. Já, það er bara líka, þú veist, snýst eins og ég sagt áður, þú veist, við erum með þéttan hóp, samkeppnisstöður, eins og bara vitað og fullt af geðum, þannig að þetta er bara hörku samkeppni og snýst kannski líka bara að negla hlutverki þegar tækifæri þegar það kemur og þú veist, bara eitthvað á mig líka að þú veist, bara oft verið þegar ég get gert það betur og þú veist, það sem maður er að gera í sínu klúbbi eða hvað sem það er og skiptir ekki öllu heldur að geta eitthvað líka þegar að hólminni komið, þannig að þú veist auðvitað vil maður alltaf spila og þannig er það hjá öllum og enginn af okkur væri nema vera með það mindset, þannig að þú veist en eins og ég segi og sagði áður þá erum við bara með breiðan hóp, þéttan hóp og bara hörku samkeppni stöður líka. Ertu fullur sjálfstraust, finnur þú fyrir trausti? Maður svona einhvern veginn horfir á þetta og maður finnst alltaf eins og þú sért kannski aðeins svona vandaði mikið einhvern veginn, passa að gera ekki mistök og þú veist, ertu með fullt sjálfstraust og alveg tilbúin að gera kannski 1-2 mistök? Já, ég er það og eins og ég sagði í byrjun, þá er ég í góðum fíling. Ég er búinn að vera að spila bara fullt, góðu standi og allt það, þannig að ég er í virkilega góðum fíling og ekkert sem að vantar upp á hvað það var, þú veist, öðruvísi bolti smá, en ég var vanur og kannski sérstaklega sem að ég var búinn að venjast áður en komið til Þýskalands. Það er töluvert öðruvísi hvernig við spilum hérna sem breiðilegt og það er líka á mér bara að svona aðlaga mig að því. Bara til að lýsa þess hvað þú tala þú ert þá kannski að vitna í eitthvað spænska bolta vinna með línumanni og það er kannski minna hér, þannig að kannski leikstíllinn eins og ég var kannski að meina upp að vita sér svona kannski uppleggi er kannski ekki alveg eins og þú vanur í þínu fyrirslið. Nei, ekki eins og ég vanur að þú veist var í bara á að búin að vera mest allan minn feril úti og eitthvað sem að ég hef bara sá skóli sem ég hef verið í og þú veist, mikið þessi spænski bolti, við erum með 2 spænska þjálfara og það er ekki fyrir núna sem að ég hef svolítið verið í öðru og en þú veist, ég tel mig geta gert bæði og fíla bæði, þannig að það er, ég líti ekki á það sem eitthvað vandamál. Bara í lokið þú ætla að spila lengi í Póllandu, þú ætla að mæta Póllandu á morgun, þekkirðu mikið af þessum leikmönnum? Einhverju sem að eru ekki og hafa verið sem að ég spilaði með, en jú, það eru 4-5 sem að ég þekki vel og það verður bara gaman að hitta þá og takast á við þá á morgun. Á hvaða staði eru þeir svona, bara pólska landslið í dag, miðað kannski svona síðustu ár eru náttúrulega ríkjandi forsetabikarmeistarar frá HM í fyrra, þú veist, á hvaða staði eru þeir í dag? Mér finnst við vera með gott lið, þeir eru með góða leikmenn, þeir eru þungir, stórir, góðan coach sem að bara er með system, skilur, er með þetta 7-6 líka og geta farið í það og bara er við að eiga, skilur, við með, svo eins og ég segi, þú veist, erum með fullt af gæða leikmennum og hafa kannski að mínum mati verið svona ekki að gera eins vel og ég finnst þeir geta á síðustu mótum og tekur þau, þannig að mér finnst þeir bara góður og ég er handviss að þetta verður mikil barátta á morgun, erfiður leikur og en við erum klárir í það.